Já, henni Siggu. Já, einmitt. Ég er nefnilega að spá í að biðja þig hönd hennar. Nú já, en hún er nú ekki nema 13 ára gömul. Já, einmitt, en hún er samt óvenju þroskuð. Já, hún er nú flug greinnstelpan. Það hefur hún frá mér. Já, ég meinti það nú reyndar ekki þannig, sko. Ég meinti líkamlega, sko. Já. Já, það vildi nefnilega svo skemmtilega til daginn að við strákarnir vorum að kíkja inn úr gluggann á kvennaklefanum í íþróttahúsinu og þar var hún bara alveg allsnakin maður. Nú já. Já, vá maður, ég bara aldrei séð hana eins, maður. Fagur sköpuð eins og 2 þroskaðar melónur. Okkur strákunum var öllum farið að á stundinni og brúskurinn maður alveg kafloðinn og maður sá alveg inn í remblauta þegar hún beygði sig niður. Og svo bar hún freyðandi sápuna á allan líkamann maður og það var unaður að horfa hvernig hún nuttaði saman þrútnum og ég sá unaðsbros færast yfir varirina þegar hún renndi fingrunum yfir holdmikinn. Við strákarnir vorum allir byrjaðar að á fullu og ég fann hvernig með títraða unaði þegar við allir samtímis og bunnuna skullu í stríðum straumum á rúðinu og myndaði stóra hvíta klessu. Dóttirinn rundi af ánægði þegar hún sá til okkur og eitt augnablik og horfðumst við í augu og þá ákvað ég að þetta væri konan sem að ég vildi giftast. Ekki hætta. Þú ert að hlusta á Tvíhöfða í boði pizzahússins og Pósts og Síma. Alltaf yfir einhver orð, þannig að þetta virkaði virkilega ógeðslegt. Já, einmitt. Þetta var mjög ógeðslegt, það var allt vitlaust yfir þessu. Og hérna... Svo vantaði hann það endinn á sketsinum og þetta var alveg ömurlegt. Þannig að við skulum bara spila hann hérna óbípaðan. Já, blessaður. Já, sæll ungi maður. Heyrðu, ég er hérna í Backman í dóttuðinni. Já, henni Siggu. Já, einmitt. Ég er nefnilega að spá í að biðja þig hönd hennar. Nú já, en hún er ekki nema 13 ára gömul. Já, einmitt, en hún er samt óvenju þroskuð. Já, hún er nú flug greinnstelpan. Hún hefur það frá mér. Já, ég meinti það nú reyndar ekki þannig. Hún er nefnilega svo líkamlega sterk, sko. Já. Já, það vildi nefnilega svo skemmtilega til daginn að við strákarnir vorum að kíkja inn gluggann á afgreiðslunni í íþróttahúsinu og þar var hún bara alveg gullfalleg maður. Nú já. Já, maður, ég hef bara aldrei séð hana eins. Fagursköpuð augun eins og 2 þroskaðar melónur. Okkur strákunum var öllum farið að langa heim á stundinni maður. Og maður sá bara alveg inn í remblauta sturtuna þegar hún bráð sér frá. Svo bar hún frýðandi sápu á allan gluggann maður og það var unar á að horfa hvernig hún nuttaði glerið með svampinum og ég sá unaðsbros færast yfir varirina þegar hún renndi fingrunum yfir glerið. Við strákarnir vorum allir byrjaðar að afsaka okkur á fullu maður og ég fann hvernig ég títraði gleðið þegar ég fekk pizzu. Við fengum okkur allir bita samtímis og hvítlaugsbönuna skullu í stríðum straumum á rúðinu og mynduðu stóra hvítlaugsklessu. Dóttirinn rundi af ánægði þegar hún sá til okkar og eitt augnablik þá horfðumst við í augu og þá ákvað ég að þetta væri konan sem ég vildi giftast. Ekki hætta. Ekki hætta. Hætta hverju? Ekki hætta að tala pítsur. Mér langar svo í eina ólgandi heita pítsu með hvítlaugsólífu. Já, en hvernig er það? Má ég giftast dótturinni? Nei, kemur ekkert í greina. Þú erum ekkert bullukollur. Það er ekki heil brú í neinu sem þú segir.